Já, þá ætla ég að sýna ykkur til að byrja með reiknum að setja í path. Til að við þurfum að finna pippi ykkur þar. Var það ekki... Við erum að finna pip 4 exit, hvað þetta? Það er skrift, það er ekki mjög. Ok, hérna sjáum þið, ég var bókstaflega búinn að segja 4 orð. Hérna sjáum við gömlu aðferðina til þess að installa hlutum. Pip sem sagt nýrri aðferð og miklu þægilega heldur var. Og það sem sagt easy install og mér minnir að Pip sé einhvers konar svona framlenging af því, hann kallar á easy install og gerir þetta svona svolítið fyrir okkur. Þannig að ég ætla að bæta þessu í bæta þessu pathi í environment variables Ég var búinn að bæta við path. Hérna er búinn að bæta við CPython 3.4 og ég ætla að bæta við CPython 3.4 script. Ok, loka þér, opna þér aftur. Pip. Þá erum við komið Pip. Það skal tekið fram að þessi fyrirlestur ekki búið nógu serious. En ef ég hefði hugsað aðeins fram í tímann, þá hefði ég fengið spons. Og þetta er bara nákvæmlega eins og ég sýndi ykkur aðeins. En það sem mig langar að kenna ykkur á núna, eða sýna ykkur aðeins, er fyrirbæri sem heitir requests. Þannig að við skulum prófa pip install requests. Ok, og svo ætla ég að prófa pip install beautiful sofup 4. Já, þetta er library sem heitir beautiful soup og er númer 4. Af hverju ekki númer 4? En þá var það komið. Við erum komið með þessa pakka og bara með þessu þá getum við núna að opna ítlefin okkar og við getum sagt import requests og import bs4. Það er bara komið. Það getur allir verið bara á satt. En já, hvaða fyrirbæri eru þetta eiginlega? Förum í fílu og segjum new. Æ, nei. Jú, hæ. Það er búið frædl. Það er ekki lengur að setja skráarendingu í idle. Mér finnst að ég hafði að fá post það. En já, skoðum fyrst request. Það heitir HTTP for humans. Já. Ég var að hafa kitten mode on eða off. On, já. Já. Request gerir svona hlutina sem að við notu, eins og við sáum með hvað heita? Urlib, nei jú ekki urlib, já. Urlib.request gerir þá á svo miklu þægilegri
hérna hátt. Eins og við sjáum við hérna að ef ég fengi JSON tilbaka frá ykkur, og ég skal bara sína ykkur, gerum bara hérna import requests, segjum bara r, þá getum við sagt r.request .get og svo bara nafn á síðu. Prófum bara já, ok, prófum bara að gera síðu þannig að Google. Og geymum það inn í response breytu. Function object r.get, þykja allt þeirra. Þá getum við sagt hérna res, það er response og það er með hérna, sjá að það er 200 response, munið hvað það þýtti? Það þýtti success. Mikið rétt. Og þá getum við fengið hérna res.til dæmis, við getum fengið hérna cookies. Google lauma á okkur smá örlítili köku þegar heimsóttum hann. Secure eftir fólksjá, það hljómar ekki vel. Það verður að breyta í trú. Og getum sagt hérna res.encoding. Hann til dæmis munið að við þurftum að gíska á það þannig í ég þurfum að decode þetta þannig á requests, en hann gískar á það fyrir okkur hérna. Og res.ok segir til það hvort það hefur verið 200 status. Og já, res.statuscode gefur okkur eins og þau geta gískað á statuskóðan. Og svo getum við fengið hérna res.url, það er urlið sem hann skilja okkur tilbaka, af því að munið að ég tala það að þegar ég sendi fyrirspurn á google.com þá segir Google, þú ert á Íslandi, ég ætla að redirecta þér á hérna google.is með ykkur aukadóti, svo sjáum við hérna, bætir ykkur aukadóti við urlið okkar og þetta er sem sagt urlið sem við endum á því að sækja eftir öll redirectin okkar. Getur vel verið höfum verið sem meira sér redirectur oftar einu sinni. Ef ég hef gert það með hvað, segir Já, Urli elti líka redirect, já, hann gera það líka. Og hérna getur við spurt hvort það sé permanent redirect, en það sem við höfum aðalega áhuga hérna er textin. Og hér hann, þetta er sem sagt bara síðan, eins og hún leggur sig. Og sjáum við hér. Er þetta nýtt? Allan, hann skýrir okkur texta. Þetta bara, hann áttar sig á encodinginu á textanum okkar og hann decodar hann fyrir okkur. Þurfum ekki að standa í öllu þessu veseni eins og við þurftum með hitt. Og ef við sækjum upp á allt síðan okkar hérna. Það var reyndar greinilega oftar en þessi ekki á því. Það segir. Ok, hann er greinilega ekki
Get ég breytt? Ok, sjáðu hérna, hann gískaði vitlaustan coding. Hvað séu? Það gæti verið, sko. Það sem eins og samt ólíkt hann að Bjarka að hafa ekki sett rétt en coding hérna. Það var sensor að dyraklam, kannski. Veit ekki hvað dyraklám eða? Ha? Seriously, það er ekki séð svo fínt. Síðu. You spin me right round, stendur hérna. Já, Bjarki er fyndinn. En já, sjá, nei, hann segir hérna Car set UTF-8, það held ég að geti ekki talið skýrara. Jafnvel þú hendið í request. Ég veit ekki af hverju requests bara ákveðu það bara, það lítur að vera eins og 88591. Ég veit ekki hvort ég getur breytt þessu. Jú, við getum eftir að breytt þessu. Fine. Þá það til leið. Þá getum við bara ákveðið að segja að þetta sé hérna UTF-8. En já, þau sjá að þetta er öllu meðferðilegra og það sem er líka þægilegt er allt sem kemur á eftir. Nú ætla ég að sýna ykkur hlut sem að hefur tekið sko 50-fall lengri tíma í ekki í Python. Nei, sem með urlib, görnum segir. Sjá, þið sjáu hérna að það er hægt að setja svona auð, authentication. Og ég ætla að gera það, sjá, ég ætla að sækja hérna http myschool.r.is/myschool og svo ætla ég að setja hérna auð, allt í m og passwordið er easy. Nei, ok, það er ekki passwordið. Til þess að sækja passwordið mitt ætla ég að nota módul sem það er gott að við vitið af, sem heitir getPass. Sem að sækir password. Passið ykkur samt að því og ég ætla að gera þetta hérna. Það segir hérna. Og mjög skrítið samt að þetta verandi Python skil, hann ekkur passwordið mitt samt áður. Þannig ég þarf að gera þetta í skriftu. Þannig við þurfum að opna hérna skil, fara hérna á desktop og segja að dyr sig til. Er ég með gitbash? Ég er ekki með gitbash. Það er að segja hérna F10.2 og þá segir hann hérna, ekki var ekki neitt. Núna get ég örugglega að skrifa passwordið mitt. Nema að ég actually vil að gera svona, python-i. Það er 403, sem er forbidden. MySchool, MySchool. Glemdist eitt lítið S hana. Þetta tekur eðlilega tíma. Ok, nú erum við búin að logga með MySchool. MySchool notar svolítið sérstætt fyrirbæri. Okkur á ég alltaf svona síma sem er að reyna að grilla mér lægirinn. MySchool notar hérna ákveðna leið til þess að authenticate okkur sem heitir Basic HTTP Authentication. Þið kannastu það að ég geti ekki loggað okkur út af MySchool. Já, það er svolítið því að MySchool notar Basic HTTP Authentication. Sko, vefurinn eins og var hannaður upphaflega er stateless.
sem þýðir það að hann hefur enga stöðu. Hann er ekki eins og forritað okkar sem að getur átt einhverjar breytur og sagt hérna, ok, nú er gildið á þessu þetta og nú er gildið á þessu þetta. Vefurinn var hannað til þess að senda fyrirspurnir og taka við fyrirspurnir. Þannig ég sendi einhverjar fyrirspurnir og ég fæ svar. Og það sem menn hafa gert í HTTP-protokollum er eitthvað sem heitir Basic HTTP Authentication. Þá passwordið ykkar, þá bara token authentication er sendt með öllum requestum. Hver skipti sem ég biðum eitthvað frá servernum, þá ég að senda authentication mitt með. Þess vegna poppar upp þetta dót hjá browsernum sjálfum og segir, nú þurfum við að authenticate okkur hingaðinn. Hann geymir það síðan út allt sessionið, bara þangað til að við endur af þessi mann og þá þurfum við að loka okkur inn aftur. En mönnum fannst þetta ekki nógu cool, þannig að þá fórum menn að nota svona ýmis önnur authentication og þá gerist það þannig að ég slæði inn eitthvað password mitt inn á síðu, til dæmis eins og tökum sem dæmi einhverja aðra síðu bara á internetinu, eins og Google, ef ég þarf að logga mig inn á Google, þá biður hann nafn og password, ég sendur hann það, hann sendir mér tilbaka köku og hún inniheldur eitthvað svona jargon, inniheldur eitthvað fullt af einhverju sulli og það sem hann gerði er að hann sagði, ok, hann hélt að logga sig inn, ég ætla að búa þetta svaka langan og ógeðslegan streng sem að vonandi enginn getur gískað á, ég ætla að senda hann tilbaka. Svo bara geymir hann þennan strengi í einhverju köku og alltaf þegar hann sendir fyrirspurnir á síðuna mína þá skoðaði þessu köku og aðtók hvort það sé ekki alveg örugglega hann. Það mátt segja hvort það sé ógeðslega langi og ógeðslega strengur sem að enginn getur gískað á, sé ekki alveg örugglega strengur sem ég afhent honum daginn. Og þá þurfum við, þá bypassum við allt login kerfi aftur. Þá þurfum við ekki að logga okkur inn í hvert skipti sem við sækjum einhverja síðu. En svona upp á crawling og upp á það að gera eitthvað skemmtilegt, þá er miklu þægilega að vera með Basic HTTP Authentication, af því að það er svo auðvitað að authenticata hvert request. Hitt er erfiðara. Þannig að við ætlum að skoða fyrst MySQL. Við ætlum að skemma MySQL. Nei, ætlum ekki að skemma MySQL. Við erum í skemma MySQL. Ég var skammaður einu stund fyrir að skemma MySQL. En hérna sjáum við forsíður mína. Og hvað já, ætlum að spjalla hér. Nei, hitti akkurat á kúrsinn. Já, ég ger rosalega lítið við þetta hérna. Já, þú veist, ég veit ekki, kannski, ég var að smetla ykkur regex hérna. Nei, við ætlum ekki að gera. Til þess notum við beautiful soup. From BS4 import beautiful soup. Svo líka þetta beautiful stone soup. Það er XML parser. Inni mig, ég veit ekki, hvað veit ég? Ekki, beautiful súpstreini beautiful soup, beautiful stone soup, já. Það er XML parser. Og beautiful soup reyndar notar alls konar HTML parsera undir niðri. Það er hægt að skipta þeim út og eitthvað. En við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af því. Var eitthvað skemmtileg skilaboð sem þú varst að fá? Ég skil samt aldrei þetta hérna eitthvað. We called him tortoise because he taught us. En þú veist, það er svona bara alveg mikil sýra og allt annað í þessu library, þannig að þú veist, það kemur mann ekkert óvart. En beautiful soup er nákvæmlega það. Það er mjög fallegt að vinna í því. Hvar er svona þægilegast? Já, hérna til dæmis. Hérna getur við séð þess að parserina, hann getur notað þess að HTML parserinn frá Python. Python er með HTML parser, hann er bara viðbjóðslegur.
eða þú veist, hann svona event-driven, við þurfum að afhenda honum eventa þegar hann hittir eitthvað tag og þegar hann hættir í ykkur tagi og eitthvað svona vesinn, þú veist, hann er mjög low level á meðan að Beautiful Soup er not very lenient, já. En já, þannig að við getum sagt hérna Beautiful Soup sé bara Soup er eftir og Beautiful Soup af hérna res.text. Ok, ég nenni ekki að vinna í skilni á Windows. Ég ætla aðeins að ekki skrifa passwordið mitt út í heim. Svona. Ég er ekki að deila skjánum. Ok, pick mute. Og ég ætla að sér aftur. Ætla að segja hérna copy as path. Ætla að segja hérna open þessi gaur .read.strip. Oh my god, þið veitir að passið mitt byrjar ekki eða endar ekki á bílum. Það fer ekkert lengra. Já. Ég er ekki viss það eru örugglega margir sko sem strippa passwordin sem taka við þeim sko. Þannig að ég veit ekki hversu svona effektið það veri. Eitthvað spyr sem. Unicode escape. Hvað er í gangi? Voruð að segja eitthvað? Þú veist. Varum við ekki að tala Python og eitthvað? Fuck. Hvernig er hann að hlaupa að sækja batteri? Getur við stólið? Þetta er 2A batteri. Er ég að fara að sækja batteri eða? Ég held standa upp á með það. Já, ok, við tökum úr að pásu. Ég skal segja það.
Nei, ég hef ekki sko e-mail mitt. Já, ég var að bara rétt eftir miðnætti. Já, það fór af stað og síðan þetta. Jæja. Fór ykkur í tölvuna að skoða passvörðið mitt? Já, þið hefðu getið gert hérna res. Það ekki gera það samt? Nei. Já, það eru res.headers, já.
og ekki eitthvað hérna off, það það keys. Við skulum ekkert fara mikið lengra. Góð. En já, sjáðu hérna, ef við skrifa soup, þá fæ ég villu af því að það ekki tilnæmt til soup. Ef ég skrifa soup, þá fæ ég þetta fína HTML-skjal. Lítur svona rosalega grútlega út. Ok, hvað get ég gert við það? Það eru 2 syntaxar til á Beautiful Soup object og ef ég segi eins og hérna, segi hérna soup.center, það alltaf eitthvað center á MySQL. Það hérna, það þetta bara já. Center fyrir þá sem ekki þekki HTML eitthvað sem á ekki að nota. En MySQL mjög duglegt í því að nota hluti sem á ekki að nota. Þannig að ef ég skrifa eitthvað, þú veist, ég skrifa soup.a eða soup.center eða soup.div eða soup.span. Já, takk. That's cat. Oh. Já, by the way, hvaðan kemur þessi galdrartala? Ég veit það ekki. Annað með MySQL, bara svona tökum MySQL-rant. Af hverju ekki? Af hverju eru sumir rauðir? Þannig að þú veist, hvað hefur Alexander Líf og Andri Rafn og Dóvidas og Egill Sveinbjörnsson og Halldís og Hinrik og Sævar og Telma, hvað hafa þau fram yfir okkur? Þetta eru allir sem eru í áfanganum, sko. Þetta Fanney, sko. Af hverju mér ekki saman þetta hverju tengdur á MySQL? Ég veit það ekki. Það var ykkur sem ákvað það bara fyrir okkur. Og af hverju heitir Þórdís Jóna Jónsdótt? What? Ég vil benda á þess að fallegu mynd. Já, ég veit. Veitu, þarna gefum við betri. Settir ekki MSN-ið þitt inn? Já, ok, þá bara... Það verður bara að hringja í því að senda þér SMS eða eitthvað aðeins bara. Eða bara e-mail. Ég efast ekki það. Við getum kannski... Nei, það virkar örugglega ekki. Ég gat ekki breytt þér í kísu. Ok, þú verðum hérna í... Ok, þannig að... Ég ítti bara eitthvað til þess að minnka barsmíðarnar eftir. Bara til að loka eitthvað. Nei, ég ætlaði að skoða þjóðskrá eða eitthvað svoleiðis. En já, sjáu, hérna... Já, við ætlum að skoða þess forsíðuna mína. Hvað langar okkur að skoða á forsíðunum minni? Segjum til dæmis sem ég langi að skoða. Bara öll námskeiðin mín til dæmis. Segjum það. Við langar að skoða þessa töflu hérna. Að finna hana til að byrja með. Þannig að það sem ég geti gert þá er að inspect senior element. Og finna eitthvað svona, já ok, þetta er akkurat dótið sem er inn í senterinu. Þetta er inn í fyrsta senterinu í... Þannig að ég var akkurat með þennan gaur á þann bara. En ef ég segi hérna soup. Ok, þetta er þenn. Ég get sagt soup og kalla það soup eins og objekt. Þetta er eins og hérna... Já, ég er enda að tala ekki þetta þegar ég er að tala klasa. Er að við getum yfirskrifað hérna kall. Við segjum hérna búin til klasa bla. Við getum sagt hérna ok, klasa kallum hérna, ég held að þetta er call.
Það má vera að taka eins marga parametrar á viljum. En prófum vantar def hérna. Turn 3. Þá getum við sagt hérna b-rétt og bla. Svo getum við sagt svona. Þannig að við getum yfirskrifað, þú veist, við getum látið klassan okkur hefða sér eins og föll. Þið kannastu þetta úr þeir sem voru hjá mér í Gangnam skipan í fyrra og núna. Kannastu þetta? Þetta er það sem þetta eru svokallaðir functorar. En já, þannig að þetta er akkurat það sem Beautiful Soup býður upp á. En ég get sagt hérna soup. Ef ég segi soup.span eða soup.center eitthvað slags, þá finnur hann fyrsta centerið. Skila því elementi. Ef að ég skrifa soup og svo svíi center, eins og ég var að kalla á hann, þá skilur hann með lista með öllum centerum. Og ef ég, skoðum eitthvað hérna, inspect, já, ég er hérna með. Hérna til þess erum eitthvað table row. Finnum, já, table row hérna, með v-align jafnt á topp. Þá getum við leitað eftir því líka. Sagt hérna, soup.tr. Það fáum við þennan gaur. Það fáum við reyndar lista, ég man ekki hvort það sé að þetta var fyrsta svona gaur. Já, ef ég vil fá fyrsta gaurinn þá þarf ég að segja hérna, það er líka til hérna find, þá getur ég sagt svona tr, align top, þá fæ ég hann einun og sér. Þetta okkur, hann fann samt ekki table data. Já, ok, þetta leitar bara inn í öllum table rows. Já, fyrir ekki, þetta bullið mér. Þessi gaur fann table row og leitaði síðan að öllum sem höfðu v-align top inn í honum. Þetta er það sem ég ætla að gera. Þetta finnur fyrsta gaur sem heitir table row með v-align top. Og ég get líka sagt find, það er með bandstriki hérna. Definitílega ekki með öði. Já, svo ég get líka sagt find all og þá finnur hann alla. Það er eins og ég var að kalla sviga. Þannig að þessi svíi og að skrifa punktur eitthvað, þetta er bara svona shorthand fyrir það að skrifa find. En já, okkur langar að finna kursinspekt þetta í döðlur og það er inn í þessu centeri, það er fínt. Og það þetta eru table rows, eða table... Já, ok, þetta eru table rows með class ID hérna table row 1. Augljóslega. Ok. Þannig að þá segjum við hérna. Segjum við hérna soup. Enter. Find center. Ára. Já, class. Það er eitt sem er svolítið leiðilegt með, þú veist, já, ef ég segi hérna class, jafnt og hvað er þetta? RU table row 1, RU table row 1. Þá sjáum við að, þú veist, það verður affyrsnugulur. Það er að því að class er keyword. Þannig að ég þarf að nota underscore, ég man aldrei hvort það er undan og eftir, mér minnir að segja eftir. Já. Þannig að ef við segjum hérna for says er aftur þessi gaur, þá get ég sagt hérna for
Ég get sagt hérna x.text for x in, x.text for x in Hvað er það? Ég fæ Já, ok. Þið sjáu að þetta er ekki alveg það sem ég vildi, eða þú veist, þið sjáu að ég fæ heldur ekki allan textan, það er alltaf veið, en ég vil fá hérna table data. Læsum þetta upp að síðasta. Voilà! Og það sem ég get gert meira er að ég get til dæmis lappað í gegnum öll öðin hinni. Allt sem er A. Þetta eru linkar hérna. Og þá get ég sagt hérna table class. A for x1, þetta er endbót. Já, Það er fullt af hinni, hérna. Já, alltaf veið. Hvað var Fæn. Ertu í einhverju bíl ykkur þar? Já, það laumaðist inn bíl hana. Svona. Þarna fæ ég linka á kúrsana mína. Þannig að ég get tekið þetta hérna. Já, ég get tekið allt nema síðasta gaurina því að hann er með hérna eitthvað öll mín námskeið. Ég get hérna allt nema síðasta. Og sagt síðan a.ref. Svona. Og þá ég linka á öll námskeiðin mín. Nei, það er ekki. Svona. Fínt. Nú get ég labbað hérna og sagt for C in courses url, rétt og svona sem að jú, það er enda alveg rétt. Ég myndi vilja nota resurli. Það myndi ég segja hérna for C in courses, þá ætla ég að opna aftur, segja hérna r.get, þá segja ég hérna res.url, svo leggjum við hérna C.
connected to. Ha, hvar? Já, auð. Já, auð, játt og auð. Já. Þá glemdum við, já, hérna. Það erum að segja soup, játt og res, hérna, beautiful soup, af res.text. Ekki, það var lítið eða ekki. Fjónuleið, já, af því að við höfum ekki access, þá segjum við hérna sé og auð, játt og auð. Vantar okkur hérna hvað segirðu? Jú, þetta myndi líka gera ef ég var með Google sem að geymir ekki kökur. Ég var ekki að segja hérna beautiful soup að geyma kökurnar. En já, hérna sjáu ég þarf á authenticate öll request. Þannig að hérna var ég að sækja alla kúrsana mína. Þetta eru, þeim eru online hérna, alltaf nóg að þeim. Því Andrarnir er allir í gagnarskipan sem verið hérna online. Andri. Þannig að segjum að við langi hérna í titilin á kúrsunum, þá er hann í einhverju spani sem heitir RU Content. Já, við höfum hérna, við erum inn í svona, við getum sagt hérna sé. Nei, hvað var ég að gera þetta? Ekki 500 vilja. Af hverju fekk ég 500 vilja? Sjá. 500 vilja því þess að server error. Það hljómar ekki eins og maður skulle að senda ykkur SQL-hlutur. Ok. Maður skul. Ha? Ég breytti engu nema að gera þetta svona. Já, það er rétt þér. Þú þess niður. Já, auðvitað. Já, að því ég var í yfirskráð rest, þá fekk ég fulla urlið úr requestanum mínum og þá var ég að líma saman eitthvað dót sem ekki sens. Við langar að finna núna, titilin á kúrsunum mínum. Þeir voru inn í einhverju span sem að heit RU Content. Þannig að sjá, res2 span RU. Nei, hérna span. Class, játt og RU Content. Hvað er ég að spá? Ég þarf að búa til súpu.
Soup er aftur beautiful soup af res2.text. Soup 2, fænt. Ok, forsíða akkurat. Ok, þetta er eini gaurin sem er svona. Allavega fyrsti gaurin sem er svona. Þá getum við brenta út, þetta hér, text. Leið og ég gerir þetta hér. Hei! Þetta er 2015 mannstökket. Þetta var 2014. Nei. Hvað segir þið? Nei, það er ekki áfengi sem vítin í eins. Ef ég fær hann. Galdra hann niður. Bandstyrkett því þetta er N1. N2 er sumarönn og N3 er haustan. Og N4 er jólaönn. Nei, ok. Það er ekki svo leiðis. Nei, ég var dæmintúakennari í forritunarmálum. En já. Þannig gerum við þetta. Þetta er ekki alltaf... Já, það sem ég er búinn að vera að gera núna, þið sjáu hérna að ég er að segja hérna get. Við prófum hérna APIs núna. APIs.is Þetta er það sem ég held. Apris.is. Við ætlum að gera hérna Icelandic Companies, bara það sem við vorum að gera daginn. Við ætlum að senda þetta hérna request. Company name blendin, sem að breyta nafn eða eitthvað og það er bara ekki til lengur. Það er samt að eiga hérna MySQL-dóti. Við ætlum að gera þetta núna, en nú ætlum við að gera þetta rétt. Og þess að við sýndi ykkur ekki síðast. Þannig að nú ætlum við að segja hérna r.get þessi hérna síðan. Nú ætlum ég ekki að setja parametrana með svona einhverju strengja möndli. Nú ætlum ég að setja á í dictionary. Og það var alveg frekar mikið vesen með urlib að setja svona parametra án þess að bara haxa það inn í urlið af því að við þurftum að ákveða hvað voru langir og hvað voru mörg bæti og enkóða fyrst og eitthvað svona vesen. Það er mjög lítið af veseni í request. Til þess að gera það í request þá segjum við bara svona. Þá getum við sagt hérna hvað gerði ég? Já, við varum að geima því hérna. Nei, ok. Já, er þetta þessi ykkur? Alveg rétt. Þá getum við sagt bara hérna params, ekki? Bara social number. Það er besti dagurinn. Já, auðvitað. Það er þetta 68, 10, 87. Good. Nei, hann bara
default á prefix search, þessi API. Já, sko params tekur dictionary, en já, það hægt að gera stjarna ef það væri margir parametrar. Já, þú veist, params fallið tekur inn bara dictionary sem parametra, hann síðan enkóða það og býr til hérna spurningamerki, þetta hérna, jaft á þetta og svo gerir þetta hérna, spurningamerki, já, key value, takk fyrir. En ef ég þyrfti til dæmis að ég var að fara að gera print, ef ég var með dictionary, segi þannig að gerjaft og end, mat og sep í, þá getur ég sagt hérna print já, hvað takk, myndi það núna hvað heitir? Getur ég sagt hérna svona og svo stjarna D. Hvað sér? Þetta kom aðan af því að við vorum, já, alveg rétt. Það kemur sem sagt ví á milli og atvæðir. Ég ætlum að trekka þessu hérna. Res, það er 200, res.text er ykkur sorp, en hérna sjáum við það sem ég er að benda á skjáin. Hérna sjáum við að það er JSON. Hann sér það að þetta er JSON response og segir bara, viltu ekki bara fá JSON vall? Þegar hann veit encodingið og hann hérna átti að segja þetta JSON, að hann fær tilbaka að þetta sé JSON. Það kemur hérna í responsinu. Hvar var APIs? Hérna. Þetta er JSON object sem hann bara breytir í dictionary. Inspect senior element. Network. Refreshum þetta. Headers. Þá segir hann hérna eitthvað þar, já, þetta er request, já, þetta er response headers, já. Segir hann ekki til að JSON? Ok, ekki hef ég hugmynd það af hverju hann átti að segja þessi JSON, en við leyfum einhverjum fróðarum netmál en mér að segja til það. En allan að sjáu það, við getum sett inn parametra og við getum sett hérna inn fleiri en einn. Já, hvaða fyrirtæki annars voru með þennan fína afmælisdag? Já, ég ætla að sýna ykkur það. Prófum hérna, leitum á Frostafold. Þá getum við sett hérna aukalega name Frosta. Og þetta Frostafold. Þannig að við getum sett bara inn eins marga parameter og viljum og allt er góð með það. En
eins og einhver voru að spyrja, þá spurði hann, getum við líka sendt post request? Já, þetta, allt sem við höfum gert og það sem ég hef sýnt ykkur í gegnum svona vesen, hefur verið það sem við kallum get request. Og get request eru, sko, ég sá hérna, já, ég er búin að loka því. Það er til alls konar request yfir það er til get, post, push, delete, bla bla bla. Já, basically, eina sem er notað í dag, eða svona, það sem er aðalega notað í dag, án þess að vera sérfræðingur og nokkuð ná. Það eru hérna, það er get, head kannilega, post, put, delete, trace og connect. Það sem er mest notað eru get og svo post. Get requestur, eða get fyrirspurnir, eru notaðar þegar það eru svona frekar lítið af gögnum sem við ætlum að senda yfir. Eða jafnvel bara þú veist nafnið, adressan á hvað við viljum fá. Post request eru notuð þegar við erum að senda eitthvað magna gögnum. Og þá fara gögnin ekki í, þú veist, þá eru gögnin ekki enkóðuð hérna í urlið, þá eru gögnin enkóðuð í request objekti sjálf, eða requesti sjálf. Þið stoppum við að ég segja ykkur að borða á eitthvað. En skoðum til dæmis eitt fyrirbæri sem tekur post request og það er hérna þjóðskráin í MySchool. Þetta er allstaðar svona, hvernig líta svona hlutir út á bak við tjöldin. Hérna sjáum við að þetta heitir hérna form. Já. Ég sjá að þetta hérna dót, þessi input, alltaf það eru eitthvað svona input-fíldar, þá getið eiginlega garantera það að það er post request, nema að séu eitthvað mikið JavaScript magic í gangi og bakvið. Og það sem þessi form gera, þess að browserarnir kunna þau, að við fyllum inn í þau, þú veist, ég ætla að segja hérna 02, hann sér að fylla inn í þessi form, hann horfir á mig fylla inn í þessi form, svo þegar ég íta á hérna leita, sem er sérstök típa af fyrirbæri heitir input og er með típuna submit. Sjá hérna, input type submit. Það er gaur sem hvað sem við kallum að postar formi. Sendir þess að fyrirspurn á serverinn, þá post fyrirspurn, ekki get fyrirspurn, og tekur öll gögnin sem er inn í þessu formi og setur þau inn í fyrirspurnina. Og býr bara til dictionary fyrir það. Og Python hittir svolítið naglinn á höfuðið með það allt, everything is a dictionary, því að þið sjáu það, til dæmis, að allir þessir allir fíldar í formum heita input. Það líta svona út. Reyndar geta það verið hidden líka, það er svona að við þurfum að senda gögn sem við viljum ekki endilega notandi sjáu ef við þurfum til þess að taka mótið aftur. Sem, já, skiptir ekki máli. Ég ætla ekki að kenna ykkur vefforritun. En hérna sjáu þið input type text og þau sjáu að hún er með name. Þetta er akkurat það sem að serverinn fær. Hann fær þetta nafn og svo fær hann value inn í. Þannig að hann fær svona key value. Inn í name fieldið þá setti Hjalti þetta hérna og inn í, þú veist, inn í kennitölu fieldið þá setti hann þetta hérna. Inn í name fieldið setti hann þetta hérna. Inn í heimilis fieldið þá setti hann þetta hérna. Svo þegar ég ít á leita, við skoðum hérna network, ítum á leita, sjáum við hérna, þetta er post requestið. Sjáum við, request header, já, hérna form data, já. Hérna sjáum við allt, hérna sjáum við getum við view á source-in, svona leitið út, sem það sem hann sendi, og hérna passaði þetta sem eitthvað svona dictionary hlut, þannig að þessir h-fíldar eru þessir hidden fíldar sem við senda með, ég veit ekki alveg okkur MySchool notar á.
En svo síndi hann hérna, kennitalan var 02, nafnið var hjá og heimili fa. Ha? Hver er authorization? Ha? Authorization, basic, hérna, er þetta basic 64, basic 64 er enkóðað passwordum mitt, þannig að ég sérst að breyta password eftir hennar tíma. Já, við að taka þetta upp, já. En við breytum password tímar eftir. Þið með að hjálpa mér að velja. Ha? Bil, kísi, bil, tap. Það var geðveikt. Alltaf tapmjúlan, já. Og bell líka. En já, þannig að þetta er svona post, hann sér hérna, já, hérna sjáðu, request method er post. Og sérst líka hérna í listanum. Þetta var post request og svo fengum við hérna alls konar get request á einhverja CSS skrár og einhverja myndir. En, já, við ætlum að herma eftir þessu núna. Þannig að skoðum hérna, þessi form posta á okkar url. Þannig að við skoðum hérna aftur form. Þá sjáum við hérna að actionið hérna er urlið sem við postum á. Ok, þannig að við skulum bara kópera það. Við snarar það. Ræ. Það segjum hérna res ef þetta er punktur. Já, það er enda ekki get lengur en maður segir hérna svona. Segjum hérna url plus þessi url. Svona. Þetta er urlið okkar. Þá ætlum við að finna hvernig við gerum post request. Það er bara urla hana. Já, það er bara request.post. Og svo held ég að sé ykkur starf niður hérna payload. Data. Eftir payload. Og þarna getum við bara sendt inn aftur key value per. Og það eru sem sagt þessi form data gögn sem við getum. Þannig að við getum sett r.post. Svo sagt data er, hvað sé ég, kennitala er afmæli sama dag og hvað er besti dagur? Hver er afmæli sönduðinni? Nei, það er alltaf ófrumlegt. Ha? Jói Eiríks? Það viljum við sjá strákinn. Ok. Við sendum um upptökuna. Ok, og bara til þess að garantera það að fá hann Jóa grútlega. Þá ætlum við að fá hérna, já, þess að þetta er að hvað eru þetta post requestina? Ég ætla að sjá hvað fíldarnir heita. Ég get líka að sé það bara hér. Það er bara leiðanlega að finna það. Inspect element. Þetta heitir nafn, hérna. Þannig að nafn, við skulum byrja allir sem að byrja á jóð og eiga afmæli á 17. júní. Þetta var gott. Við erum alveg saman með þessi fyrirtæki núna. Ok, þarna fengum við ykkur result. Nú 401, af því að við glemdum að authenticate okkur. Auð, þeir átt á auð. Eins og sárinn söng fórum hérna, auð er undarleg.
Og þarna fá allan textan. Það er eitthvað sem ámæli hérna í Hafnarfirði, nei, ámæli í Hafnarfirði og heim í Hafnarfirði sem ámæli sendu inn. Hvað kom eiginlega margir? 06, 17, hljóð, ekki fa. Hvað? Hver hleypti mér hingað inn? 26, það er alveg slatti. Ég sjá hann yfir það. Ég var bara sætt mynd á honum. Sjá hann í dætu. Hann er ekki með mér sem heldur. Gæti hann bara ná í fólk. Já, skoða stundurnar. Nei, ok. Hérna getum við séð alltaf kúrsna sem við búum með. Það eru ekkert vel í marga þau. Þessi fyrirlestur skildi nú leka á netið. Já, allavega hérna fundum við Jóa og fleiri. En ef okkur langar í að kíkja á alla sem að eiga afmæli þennan dag, þá getum við séð að þetta er inn í einhverju töflu. Sem að heitir, já, ég veit ekki meir. Já, sjá table, hvað gerist þarna bara, þau segjum. Já, við ætlum að breyta þessi súpu hérna. Soup, table. Þetta er ekki súptafla sem við höldum. En ef við segjum hérna, já, það er enda alveg rétt, það er allt tafla. Ef við segjum hérna soup.find table með þessu hérna class r8 ru table. Af því bara, þú veist, af hverju ekki? Nei, er þetta akkurat hún? Júlía, miðtúni, Höfni í Hornafirði. Nice. Gott að vera með hvað? Já, þetta er nýja leiðin til að gera hlutina, að vera með stílinn bara í HTML-inu. Það er bara, þannig rúllum við í dag, sko. Já, þannig að við séum, þannig að þetta var akkurat taflan sem við vildum fá. Ég man bara ekkert hvað ég skrifaði. Ég var að gera það. Fá öll yngri en 20 eru alltaf. Allt í lagi, öll eldri en 20. Þá getum við sagt hérna erum við komið með, skulum geima þetta svo við þurfum ekki að sækja þetta á þau. Þetta er allir gæðinir. Og segjum bara hérna xtd for x in þetta hérna. Nei, hvað er ekki það? Þetta.tr, þetta er segja. Ok, fyrir að fyrsta, ég ætla að fá allar raðirnar í þessu dóti hérna. Við getum sagt soup, find, þetta hérna og svo getum við sagt tr. Þú veist, ég fá all table row inn í þessari töflu, allar raðirnar í töflunni. Svo ég fæ lista hérna og það er þetta svona, kemur eitthvað sull með því að MySQL bæti við svona auðum línum, svona hægri vinstri, bara til að fokka í manni. Þannig að
Mér langar að fá allar table rows og ég ætla að fá öll table data inn í þessum rows í lista. Þannig að ég sé xtd for x in þessari súpu. Gerum þetta hér. Við erum bara þjóðlega, hvernig er þetta Ísland? Þá getum við fengið hérna fyrstu 5 eitthvað svoleiðis. Eða þennan fyrsti tómur, svo sjáum við hérna TD align left, og hérna kemur kennitalan. Okkur er alveg saman með þetta sull í kring, við viljum bara fá textan. Þá getum við sagt hérna y.text for y in dot. If Nei, gerum það. Þess að þarna fyrsta röðin var tóm og svo var síðasta röðin líka tóm. Því það er bara tóma raðir hérna í töflunum. Sjá, eins og sér þetta síðustu, það er bara eitthvað tóm röð, bara af því bara, for shit and giggles. Ha? Já. Þessir hérna merku menn. Our customers, bifröst. Allt að gerast hérna, MH sko. Þetta eru merkir menn. Það er stúdía. Það er 1 upp í -1. Ok, þannig að þá erum komið þetta hérna. Nema eitthvað sorpbarn aftast. Skiptir ekki allir máli. Já, xa0, þetta er hérna eitthvað non-breaking space bara. Það var bara bil hana. Þannig að nú getum við til dæmis fengið alla sem eru eldri en eitthvað ákveðið. Það viljum segja hérna x for x in Ísland if x af 0 sem er sem sagt kennitalan og ég vil fá stafi 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 upp í 6 ef að einn af þeim stöfum er stærri en ef við segjum minna en þá fáum við eldri en eitthvað 95 Þetta er allir sem eru eldri en eitthvað ára. Eldri en 19, náttúrulega. Tökum hérna merkan árgang. Hvað er þetta? Allt of margir maður. 55. Já, ok, það er eitthvað að fara að fækka hérna. Já. Þetta er náttúrulega lúpast þegar árþúsundið braust á hérna.
Þannig að þarna sjáum við alla sem eru fæddir fyrir 1955. Fáum nafnið þeim. Ok. Allir sáttu við þetta? Þá ætla ég að tala örstutt. Okkur er búin að tala lengi. Já, það sem að ég var bjóð til deildu að kanta á hann, ég ætla að vona að ég muni passwordinu á hann. Já, ég er ennþá lokaður inn. Já, það er já. Nei, ég er ekki búin að horfa á neitt í nýjusverðinu. Ok, þannig að nú er þetta aðeins öðru sig Þetta er ekki HTTP Basic HTTP Authentication, þetta er svona hefðbundin köku Authentication. Við getum lokað okkur út sem er svona ákveðin kostur. Nei. Það er að þú veist, fjólblárur upp á steyturinn minn og eftir appelsínugunum. Já, þið veitir samt hver gerði þetta hérna. Deildu. Það var Gabriel nokkur, Artúr. Já, allan að deildu á GitHubinn hans, sko. Nei. Pólarína. Já. Deildu. Þetta er samt örugglega bara að forka við ykkur öðru, sko. Pólarína. Nærmættur. Hvað sé, það er aftur á iSchool. Hvað sé það eftir það? Það bara forsýna. Scumbags. Skammist ykkar. Já, ég þarf að breyta password. Það er bara hannig. Það er ekki passwordið mitt inn á neitt annað. En já, hvað ætlum við að gera? Já, fyrir utan það. Þeir eru authenticate, ennþá. En já, við ætlum að taka hérna deildu fyrir. Sko, til þess að logga sinna deildu, þá, eins og ég sagði, þá fáum við einhverja köku tilbaka og til þess að geta unnið með kökur þá þurfum við eiga svona session eins og við fáum inn í browserum. En það kemur ekki default með request hlutum. Við bara sendum eitt request, fáum eitt response og þá er það bara búið.
En við getum búið til svoleiðis session í þessum hennagur. Og það hérna með session object. Þá getum við gert svona að við getum bara búið til eitt stykki session. r.session og það fyrir að segja requests.get eitthvað, requests.get eitthvað, þá segjum við session.get eitthvað. Þá segjum við s.get, en þetta það sem við viljum gera fyrst er að við viljum posta fyrst, sjáum við að þetta er hérna form, ef allt er eðlilegt. Já, þess að þetta er form hérna, login form og action er takeLogin.php, ok. Þannig að við skulum gera það, þá segjum við s.post HTTPS, er þetta HTTP? Er þetta bara HTTP? Er þetta HTTP? Já, ok, hérna, já, frábært. Það er ekkert, já, allt í lagi. Við hérna, opunum það. Jú, þetta er bara butlandi HTTP. Þá er það hérna, hvað sagði ég? Það er hérna takeLogin.php. takeLogin.php. Þetta er ekki nóg. Við þurfum að smella einhvern dötum með hérna, ekki data. Það verður nú username mitt og passwordið. Input type, name, username. Ok, þannig að þá segjum við username. Ég held að það hafi verið what. Og passwordið heitir password. Hversu viðandi það? Það var ASDF. Ég fikk 200 allavega. Það stendur á þessari login síðu hérna og sjá hvort ég sé alveg loggaður inn. Já, þetta var ekki það. ASDF. Leitum á what. Velkomin what. Velkomin what in res.text. False. Fine. What er allan í textanum. Og velkomin líka í textanum. Ok. Þannig að lítur út úr það að við höfum náð að lóka okkur inn. En ef við ætlum að sækja ykkur núna aftur, ekki í sessioni, þá myndi það ekki virka. Af því við vinnum ekki með kökuna. En núna þegar við erum komið með session, þá get ég krála deildin sem ég vil. Þannig að ef ég vil fá bara hérna alsíðana, já, ok. Indexpunkt. Fór ég annars. Hér inn á my.php. Okkur langar að fara inn á index.php.
Þó get ég hugsanlega sett hérna s.get index.php Úps, það er svolítið mikið á síðunni. Please, idle. Ertu viss? Já, það er bara því að hann er bara að reyna að prenta, þú veist, idle er bara að krassa og það prenta út á þennan texta, sko. Hei, halló, vaknaði aftur. Erum við vaknaðir? Æ. Nei, við erum ekkert vaknaðir. Ég ætla ekki að segja ég hati þig, en ég hata þig. Ég reiður ungur maður. Var þetta svona erfitt? Sjá, þannig að ef þetta... Já, þetta er allir notendur sem eru lokkaðir inn, já. Það sjá hvort þetta sé. Nei, er 50 þáttur komin? Ég er ekki með að horfa á sko fyrstu 4. Hvað farið við að prófa eitthvað? Crazy. Já, það er því að stretch er ekki skrifað svona. Heldur ekki svona. Það er engin klús í stretch. Hei! Hvað er stretch annars? Game of Thrones, Interstellar, það er nú meiri tímasónuna. Þannig að við erum með þessu síðu, við getum sótt alla myndir. Farin link, það er bara á að vera alveg inn. Þá þarf við reyndar sko... Nei, ég fer inn í details síðu, ekki? Þá er við fæðið torrentskrá, já. Og... Okkur er það að spyrja mig spurningar sem ég veit ekki svara við. Ég held að sé að fá hérna... Það var að sækja skrár. Aftur er, þú veist, post a multipart and go to file. Já, maður post multipart and go to files. Já, þetta er góð spurning. Hérna, ég hef ekki hugmynd. Hérna, já, það er ein leið. Hérna... Já, ég veit ekki hvað sem margir fatt að hennar brandara, en já, hann sagði við getum notað subprocess til að kalla curl. Það er vissulega hægt, já. En prófum þetta bara. Prófum bara að getta. Gettum þetta kringdi. Copy link address. Við þurfum bara stundum að lifa svolítið á brúninni.
Skoðum hérna res hérna, það við fengum alveg 200. Það gæti verið að ég segi hérna open, já, .os og er svona chdir, users, dm desktop og segjum hérna, hvað við segjum hérna? Við segjum hérna res.raw og slæsum bara fyrstu 100 hérna. Robert. Skoðum það bara res.raw. Ok, þarna er skráin bara. Þá getum við sagt hérna, bara open wat.torrent, hérna f og hérna writable, þá getum við sagt bara f.write, res.text. Já, við erum á hérna. Engin. Er þetta binary gaur bara? Nei, þetta er strengur. Eða við getum ennþá gert bara svona. Hvort þau þurfum að velja eitthvað encoding. Encoding, ég ætla UT8 og gert svona, f.close. Eru torrentskar og binary-skar eða? You are no use to me. Fæn, við skulum þá sækja torrent client. Get you torrent hérna! Eitthvað pínlítið linkur undir. Fáðu hérna, verðilega bara, ógifis. Hvað er verið ánæður hérna? Varst þú að downloada uTorrent? Hanski! Nú þarf ég að afhaka við alla barina sem við viljum installa og... Nei, þessu, nei, já, nei, nei! Já, þetta er svo mikið skambæk, sko, það næri ekki, venjulega sko næri að klikka á textan, sko. En þetta? Nei, það verður að klikka sko í boxið, sko. Já, Skype, jú, allt í lagi. Hvað fleiri sem þú vilt setja á? Viltu fá kennitöluna mína og bankanúmer og eitthvað? Já, flott. Encoding, sko. En hvað ef við segjum hérna, res.raw Þetta við þurfum að sækja þetta aftur, sko. Nei. Hérna er þetta. Það er content, sko.
Þá fáum við binary stringin. Þá getum við opnað þetta sagt hérna f er eftir open, vat.torrent og write bytes. Þá bara skrifum við skrána eins og hún kemur á kunni. Þá getum við sagt f.write hérna res.content f.close. Já, þetta meikir meiri sens. Ef þetta er binary fæll eins og þetta virðist vera, þá viljum við ekki skrifa hann með einhverju encodingi. Þetta lítur aðeins aðeins út. Þetta gata. Ég var að sækja Game of Thrones. Nei, ok. En já, hvað segir þið? Býtu þér ekki, ég ætla að finna eitthvað að gríti þig. Herri já, þá segjum við þetta gott Hjalti að reyna að átta sig á requests on demand og beautiful soup. En já,